Sæl, Jóhanna heiti ég eins og framkom. Ég eins og stendur þarna og hún sagði aðstoðarmaður sérfræðinga á Mógilsá. Við erum búin að starfa þar meira eða minna á meðfram námi frá því 2014. Núna áramótin hóf ég meistaranám í skógfræði við Landbúnaðarháskólann og ætla hér að kynna fyrir ykkur það verkefni sem ég mun nýta sem meistaranámsverkefni og fjallar ræktun asparskóga í ólíkum landgerðum. Rannsóknarverkefnið hófst á síðasta ári á styrkjum frá minningarsjóði Hjálmars Bárðarsonar og Elsa Bárðarson og fáum áframhaldandi styrk frá þeim nú á þessu ári og til viðbótar kemur styrkurinn í verkefnið frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Meistaraverkefnið verður unnið undir leiðsögn Úlfs og Hreins Óskarssonar og markmið verkefnisins að þróa ódýrar og hraðvirkar leiðir til að rækta asparskóg í ólíkum landgerðum með því langtímamarkmiði að binda kolefni og framleiða iðnvið. Langtímaverkefnið á kannski ekkert svo allt og vel við þann tímaramma sem að meistaranámi býður mér upp á, þannig að þetta svona vinnuheiti, stytt útgáfa, þannig að við erum að skoða ódýrar og hraðvirkar leiðir til að rækta asparskóg í ólíkum landgerðum. Og í þessu þá erum við með þessar viðbótarbreytur auk landgerðana sem eru til skoðunar. Þá erum við að horfa á mismunandi græðlingarstærðir, áhrif áburðargjafar og áhrif lúpínu, jarðvinnslu mismunandi og svo samanburður græðlinga og skógaplantna. Síðast nefndi þátturinn verður settur niður núna á komandi ári og verður þá settur niður í misþétta lúpínu samkvæmt þeirri áætlun sem í gangi. Hinir þættirnir eru settir upp í tilraunum sem fóru niður á síðasta ári. Landgerðirnar 4 sem við erum að vinna með sjást hér á korti ásamt staðsetningum. Við erum með frjósamt graslendi í Borgarfirðinum. Hinar 3 landgerðirnar eru á Suðurlandinu. Í Hvammi erum við með mólendi. Í Skarfanesi erum við með áreyrar við Þjórsána og erum þar líka að nota gamla lúpínubreiður og á Ytra-Seljalandi erum við með gamla lúpínubreiður. Og það voru mismargar tilraunir settar niður í hverja landgerð, ég kem að því aðeins seinna. Þessi tilraun sem sagt sett upp sem blokkatilraun og eru þessir þættir sem ég nefndi áðan notaðir til þess að skipuleggja þessar blokkir sem settar voru upp. Í hverri landgerð þar sem tiltekin tilraun var sett upp erum við að tala 5 blokkir af hverri tilraun. Þannig að það eru 5 endurtekningar í hverri landgerð. Þarna erum við með græðlingarstærðir, þá eru það 3 stærðir, 20, 40 og 80 cm græðlingar sem stungið var beint niður. Og 4. stærðin varla hægt að kalla græðlinga. Þarna erum við með 1 metri strumba sem eru hálfgrafnir niður og mynda voða skemmtilega runna. Svo næsta blokkatilraun þá með mismunandi, eða sem sagt það sem við erum að kanna áhrif áburðargjafar og mismunandi lúpínu magns. Það eru 3 tímasetningar á áburðargjöf. Það voru 2 tímasetningar á áburðargjöf á síðasta ári, önnur í júní og hin í júlí.
þriðji þátturinn fær svo áburðargjöf núna í júní á þessu ári. Og þarna erum við með viðmiðunarreit þar sem hvorki áburðurinn lúpína til staðar. Já, og lúpínuþættirnir þá erum við með, það sem sagt þessi tilraun það ekki lúpína inn á þessum stöðum, þar sem þetta fór niður, þannig að við erum með gróðursettar ungplöntur í mismiklu mæli innan tilraunarinnar. Jarðvinnslutilraunin fór niður á 2 stöðum í gamla lúpínubreiður og þarna erum við að bera saman jarðvinnsluaðferðirnar TTS, heilplægingu og notkun gróðursetningavélar og svo engin jarðvinnsla. Og já, gróðursetningavélin, hún var ekki að gróðursetja í þessu tilfelli heldur var hún einungis að skera rásina sem gengið var svo eftir og græðlingunum stungi niður. Og gróðursetningavélin var aðeins til staðar í Skarfanesi en ekki á Ytra Seljalandi. Og svo fjórða blokkatilraunin sem að stefnt á að setja út núna í vor. Þar ætlum við að bera saman beinstungu á græðlingum og ungum skógaplöntum. Og það verður þá gróðursett í misþétta lúpínu í Skarfanesi. Já, þar sem fundarstjóri var nú að tala kynjahlutfall. Ég er að reyna allavega. En ég reyna að passa það minnstu í tilraununum, þannig að það er rétt hlutfall, kynjahlutfall á milli asparklónanna sem að notaðir eru. Í þessum 3 blokkatilraunum sem fóru niður á síðasta ári, þar erum við að nota hauk og fork til jafns, þannig að og í þessa 4. tilraun sem að sett verður niður núna í vor, þá stefnt að því að vera með 4 klóna og þá verða haukur og forkur þarna áfram og líklega verður það Brekkan og Sæland sem að bætast í hópinn. Og aðeins meira skipulagið. Eins og ég sagði áðan þá margir tilraunaþættir sem fóru niður í hverja landgerð. Í frjósama graslendið fóru niður blokkatilraunir með áburð og lúpínu. Í áreyrarnar og í mólendið erum við með áburð og lúpínu auk þess sem að græðlingastarðirnar eru. Og í lúpínubreiðurnar eru græðlingastarðirnar og jarðvinnslutilraunin og stefnt að því að bæta þar við plöntugerðunum núna í vor. Til viðbótar við það sem kemur þarna fram á þessari mynd var sett niður í alla landgerðir klónatilraun með sams konar skipulagi, þar að segja 5 endurtekningar inn á hverri landgerð og var að ræða 9 klóna sem fóru þar niður. Framkvæmdir fyrir árið, það sem að búið að gera, það útlistað hér. Það var sett niður þessi 3 þættir með dyggri aðstoð hinna ýmsustu aðila sem að hétu þá, Suðurlandsskógar til dæmis og annað, en núna þetta allt fólk innan skógræktarinnar og þakka ég þeim öllum fyrir þá hjálp sem ég fékk. Það voru tekin inn á öllum svæðunum jarðvegs og gróðursýni. Það ekki búið að vinna neitt úr þeim en það stefnt að því að þau verði möluð og fari gegnum efnagreiningu til að meta og fylgjast með kolefnis- og niturmagni þá fyrst og fremst í jarðveginn. Inn á öll svæði fóru riðtennar og hitamælar og hitamælarnir eru bæði ofan og neðanjarðar. Á hverjum stað fóru niður 2 hitahælar og á hverjum hitahæl
einn hitamælir ofanjarðar og 2 hitamælar neðanjarðar á mismikilli dýpt. Og það verður vonandi verkefni núna á allra næstu vikum eða dögum að heimsækja staðina og sækja mælana þar sem þeir eru minnið örugglega orðið fullt. Það voru framkvæmdar vatnsspennumælingar á úrtaksgræðlingum, laufblöðum þeirra í lok ágúst. Að loknu vaxtartíma græðlingana þá voru það öll svæði heimsótt og lifun og vöxtur skrásettur auk þess sem að dýpt stiklinga, úrtaksstiklinga var mæld og þvermál. Fyrstu tölur. Þá verður maður að viðurkenna að maður að byrja hérna í meistaranámi og þetta langtíma rannsókn og það kannski ekkert alveg búið að vinna neitt rosalega mikið úr þessu fyrsta árs gögnum. En svona til að sýna einhverjar svona skemmtilegar tölur og myndir, þá svona á heildina, ef við horfum bara burtséð frá klónum, landgerðum og meðferðum, þá erum við að horfa á 85% lifun innan tilraunanna eftir þetta fyrsta vaxtarsumar. Hér sjáum við lifun í prósentum eftir landgerðum eða eins og myndin segir eftir stöðum. Og þarna lifunin best í Hvammi í Mólendinu og hérna það er svona svolítið villandi þó maður horfir á ekki út frá tölfræði og tölum þá finnst manni það svolítið skrítið eða þannig það vegna þess að það voru svo mikla skemmdir sérstaklega í Hvammi og hérna þá það ertuyglan fyrst og fremst sem að þannig að það var mjög sjaldgæft að sjá almennileg lauf. Maður sá að þau voru lifandi en hérna voða lítið að laufi á litlu greyjunum. Og hér önnur sem óháð meðferðum úr stað, þetta bara lifun á milli klónana og þarna strákurinn aðeins sterkari en stelpan, það munur ekkert rosa miklu og svo hérna þriðja myndin sem að sýnir okkur meðalvöxt klónana og aftur óháð meðferðum úr stað en þarna forkur stelpan miklu betri. Þannig að hérna, já, þetta svona fyrstu tölur svona á heildina litið. Ég ætla að sýna ykkur hérna líka aðeins smá sambærilega tölur út frá tilraunaliðunum, blokkunum og hérna svona fyrstu niðurstöður úr jarðvinnsluaðferðunum. Það sem töluverður munur á lifun eftir bæði stöðum og líka meðferðum. En Skarfanes kemur svona á heildina séð betur út. Ef við horfum á meðalvöxtin, þá í rauninni, ef við horfum á Ytra Seljaland, þá marktækur munur á milli allra meðferða þar. En það ekki marktækur munur á milli TTS og gróðursetningavélarinnar í Skarfanesi. En þetta eru gögn sem að Jakob Vein Róbertsson að vinna BS-gerð við Landbúnaðarháskólann og kemur vonandi til með að skila rosa flottri ritgerð núna í vor með þar sem hann að vinna eingöngu með þessi gögn eða þennan hluta, jarðvinnslutilraunina. Ef við horfum á græðlingastærðirnar, þá svona greinilegt að bara því stærri, því betri lifunin. Og það reyndar, það eru mismargar mælingar eða mikill fjöldi á milli stærða þarna. Og ef við horfum á hérna í lifuninni að það 90 og það eru 100 allstaðar nema þarna í Skarfanesi, forkur og þetta bara afföll upp á 1.
það var einn drumbur sem ekki var líf í. En annars 80 sentimetra greinilega alveg að gera sig og ekki einn einasti sem lifði ekki af fyrsta sumarið. Ef við horfum á meðalvöxtin þá það bara svona sambarilegt að því stærri því meiri vöxturinn. En þegar við horfum á vöxtin þá sjáum við að það töluverður munur líka á milli staðana og þarna áberandi að í ytra Seljalandi þá greinilega betri vöxtur heldur en á hinum stöðunum í þessum hluta tilraunarinnar. Og rosa mikið af súlum. Segir okkur kannski, ég veit ekki, kannski segir þetta mörgum margt, en þetta rosalega margar aðferðir eða margir þættir. Þarna erum við með 3 áburðameðferðir, 3 þéttleikar lúpínu pluss kontról og svo synchor flótnin. Þannig að þetta rosa stór og skemmtilegur hópur. En eins og ég segi, þá ættir að vinna meira úr þessum gögnum, en þarna allavega sjáum við breytileika í lifun á milli staðana, að minnsta kosti, svona við fyrstu skoðun, og þá það Skarfanes sem á greinilega vinninginn og þeim líður greinilega bara þokkalega þar. Og svo ef við horfum á þetta sama með meðalvöxtin, þá það aftur Skarfanes sem á greinilega vinninginn í vexti og klónunum sem sagt raðað upp saman, þannig að við sjáum alltaf fremstu 7 súlurnar eru forkur og hinar eru haukur og þarna sanna kvenkynið sig aftur aðeins betur, eða miklu betur í Skarfanes að minnsta kosti að það töluvert meiri og betri munur á forki. Fyrir utan þennan eina þarna í Skarfanesi, einn haukur sem fekk áburð í júní og var rosa hress. En ég ætla að láta þetta gott heiti í bili og eins og ég segi, þetta eru bara svona niðurstöður og þið fáið vonandi tækifæri til að hlusta á Menntum að seinna með áframhald.